Þú hérna? Þú þetta? Ekki Latti? Það er alltaf að herra með mér. Já, hann góður, ekki? Eða býtu... Já, bara, já, getur rísu svona. Já. Það er næsta vist að hann verður ekki lengi í þessu. Þú heitir? Bjarni Fjell. Bjarni Fjell? Síðan hvenær? Hæ? Síðan hvenær? Bara rétt áður ég fæddist. En þú? Það er meira en ég, það var eftir ég fæddist. Nú? Hvað heitir þú? Ég heiti Bjarni Fjell. Nei. Þetta nú svolítið vandræðilegt mál hérna. Já, það eru bara skerursu. Skerursu? Já, það er næsta vist, það er næsta á dagskrá. Það er næsta vist að geta lengi skorið úr þessu. Jæja, bara að pröfa. Lestrarpróf. Þú Bjarni lest fyrst og svo þú Bjarni. Nú, já, hér koma útslittin okkar leikja í fyrstu deild ensku knattspyrnunni. Nú það er Liverpool og Sheffield Wednesday, 1-1. Og það er Nothing Forest og West Hamur, 2-2. Og svo er það Southampton og Arsenal, 0-4. Og svo er það Tottenham Hotspur og Manchester United, 1-2. Og í þýsku úrvalsdeildinni voru margir leikir eins og endra nær. Og það er Fortuna Düsseldorf og Bremen, 0-0. Og svo er það Hamborgerar og Stuttgart, 1-1. Svo Núberg og Bayern München, 1-1. Já, og ég lesi líka. Já, það verður að fá svo skorið. Sigurður, ég lesi eins og mér eðlilegt. Hér kom úrslit nokkur að leikja í fyrstu deild ensku knattspyrnunnar. Já, nei, þetta er ekki nóg gott. Það var í dag. Í dag, já, ótrúlega. Í dag. Gjör svo alltaf áfram. Liverpool 1, Sheffield Wednesday 1. Já. Þetta ánægð með þetta? Þetta er svona, já, þetta er allt í lagi. Já, og síðan... Áfram, meira. Kannski hér Nottingham Forest. 2. Þú ræður... West Hamur 2. Ég get þetta líka. Nei, bara gera þetta hellega. Southampton 0, Arsenal 4. 4, já, það er rétt. Og Jan Wright skoraði 3 mörk. Nú það? Já, það vissir þú ekki. Jú, það er næstu, veistu, hann er með alveg bara augu á hverjum tá eða eitthvað hlutist. Bjarni, þú skalt varast eftirlíkingar. Ég ætla að handa áfram. Tottenham Hotspur 1, Manchester United 2. Já. Og svo koma leikirnir í Þýsku þýsku úrvalsdeildinni í dag. Já. Fortuna Düsseldorf. Það er rétt, já. Hann er að lagast. 0. Werder Bremen 0. Hamburger Sportverein 1, Stuttgart 1. Nürnberg 1, Bayern München 1. Og þetta getur ekki. Nei. Nú höfum við fagmannin hérna hjá okkur. Sigurður, hvað heldur við? Hver er hinn upprunalegi? Upprunalegi? Bjarni? Hver er eftir Hermann? Þessi hérna í búningnum? Það er næsta vist, sko. Það hlaut að koma að því að eftirlíkingin yrði betri en kallið svo. Ég segi, varist eftirlingar, ég segi alltaf. En Latti minn, ég þakka þér fyrir komuna. Þú ert góður. Gaman að sjá þig. Ég er góður. Þú reynir bara betur næst. Reynir bara betur næst. Það séðum enska boltan á laugardaginn. Já, enska knattspyrnu, ég segi. Takk fyrir. Jæja. Þá búið að skjóra því. Jæja, Bjarni, fyrst við þá konið með því hérna og höfum einhvern frið fyrir hún að Latta. Segðu mér, hver voru þá hinn raunverulega eftirminnilegu atvik á ferliðinu? Nú þar má ég eiginlega segja það sem næsta vist að það er leikurinn þau unnu byggarinn. Hvenær var það? Það er 68. Nú var það. Skoraðirðu? Hæ? Skoraðir þú? Nei, ég bara mann eftir að það var rigning þá, kom helvið blautur heim. Já. En þú ert nú líka svona, þú ert nú búin að vera tíma hérna á sjónvarpinu, þú þekkir vel til. Þekkir eitthvað til á tæknideildinni? Já, það er eiginlega einu maður sem þekkir til þar. Það er bara ein vel sko sem ég þekki, það við köllum á vítisvelin. Já. Hún sýnir alltaf bara vítin. Já. Í knattspyrnunni. Geturðu sýnt okkur eitthvað? Alveg sjálfsagt, bara... Skellum við fram bara? Já. Við erum stödd hérna í myndbandadeildinni, þar sem allir myndböndin eru sýnd og við erum stödd hérna við eitt elsta tæki í deildinni og þetta tæki heitir Felix, eins og allir sjá náttúrulega. Nú, en við köllum þetta tæki okkar milli svona markamaskinuna því hún sýnir eingöngu svona fræg mörk og fræga leiki. Við skulum bara kíka hérna á. Nú, það er akkurat leikur í gangi og þetta er frægasti leikur sem verið upp á síðar og fyrr og öllum og allt. Þetta er leikur milli Arsenal og Manchester City sem endaði með óskökum. Það var 1-0 fyrir Manchester City. Nei, þetta er ekki sá leikur. Þetta er annar frægur leikur milli Fortuna Düsseldorf og Bayern München sem endaði náttúrulega með ósköpum líka eins og allir muni eftir náttúrulega.
Gott kvöld. Gott skot. Ég meina gott kvöld. Þá skulum við líta á útslit elsku knattspyrnuna. Manchester United 0. Hvísbrak Reynir 2. Wolverhampton vandræðis 1. Arsenik 4. Middlesbrough 1. West Brownies Albinói 2. Ludo Sextet. Nei. Lutown 5. Nothing Forest 2. Manchester City 3. F5. S sjálfsmark. Tottenham Hotspur 2. Sett sig 4. Liverpool 1. Bayern München 2. Fortuna Düsseldorf 3. Árlega ljómskálalaup hófst nú í Austurbæjarbíó helgina. Það liður í að glæða áhuga bíógesta á Trimmi. Það gerist nú æ algengara menn iðki Trimm. Ýmist einir sér. Gott kvöld! Í þættinum í kvöld verður komið víða vitt og víða verður leita. Við munum breiða okkur inn í Laugardal og fylgjast það með hrjálstaramót á Laugardalsvellinum. Halló. Já, þetta þín Laddi. Já. Já, nei, ég má ekki vera að því núna. Ég að lesa fyrir hann Bjarna. Já, ég geng frá það á mánudaginn. Já, ok. Hefur við haldið áfram? Já. Við skulum bara kíkja á sig Sýnisson. Gott kvöld. Fyrirgjöf, góðan dag. Nú hefst landsleikur Ísling og Þjóðverja og mikill aðbúnaðar af hálfu lögreglu yfirvalda þessu sinni. Svo ekki endurtækis ekki lítið svo óskemmtilega atvik sem átti stað sér hérna á Laugardalsvellinum daginn. Þegar berimaðurinn svo kallaði hleypt upp landsleik Íslinga og Færinga og ulli miklu hneyksli. Nú, og þannig að það næsta víst að berimaðurinn hafi ekki sloppið í gegnum mjög svo stranga eftirlit sem haft vallarliðin núna þessu sinni. Allavega ekki beri. Já, og þarna sjáum við Weissmuller, einum af harðskeyttasta leikmannum vestfirska liðsins. Og þarna Henry Göbbel með framveri, sem gefur hann ekki hvað síst eftir. Og svo ekki sem minnast. Og þarna línuvörðurinn. Já, og þarna sjálfur dómarinn bara. Og við hliðin á honum hinn glæsilegi markvörður. Nei, sáu ég þetta. Heyrðu, viltu aðeins fara tilbaka? Heyrðu, hann alls bermaðurinn. Heyrðu, ég hef aldrei séð svona áður. Þetta hlýtur að vera eitthvað nýtt trix hjá dómarinn. Já, ég segi nú bara það. Hvað allan geymir guluspjöldin?